Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Komiði sæl, við heilsum ykkur hérna austan með sól í sinni. Þátturinn í kvöld verður með aðeins öðruvísi sniði en við ætlum að skella okkur á ferðaþjónustusýninguna Mannamót sem fram fór í Reykjavík í janúar. Gunnar Gunnarsson skellti sig í för með ferðaþjónustufólki af Austurlandi og hann tekur nú við. Sýningin í hópi stærstu ferðaþjónustusýninga landsins en þangað streymir ferðaþjónustufólk úr öllum landshornum. Þannig veitir hún aðgengi að öllu því helsti sem gerðast í ferðaþjónustunni á landsvísu sem bæði kaupendur þjónustu og aðrir áhugasamir nýta sér. Að þessu sinni tóku 17 austfirsk ferðaþjónustufyrirtæki þátt í sýningunni. Fyrir þeim fór Austurbrú en stofnunin hefur í á 3. ár haft frumkvæði verkefni sem kallast áfangastaðurinn Austurland. Markmiðið að skilgreina og markaðssetja Austurland sem áfangastað ferðamanna en ekki síður sem ákjósanlegt svæði til búsetu. Til þess voru íbúar svæðisins kallaðir til samráðs og rannsóknir gerðar til að greina svæðið. Afrakstur vinnunnar verður nánar kynntur á næstu vikum en var frumsýndur á Mannamótum þar sem sýningarsvæði Austfirðinga var með samræmdu útliti og vakti mikla athygli. Þá var leið frumsýnt nýtt merki fyrir Austurland. María Hjálmarsdóttir hefur haft yfirumsjón með verkefninu fyrir hönd Austurbrúar. Við erum búin að vera í ákveðnu verkefni að skerpa ímynd áfangastaðarins Austurlands, að þróa ákveðið vörumerki. Og það gríðarlega mikilvægt verkefni í því að dreifa ferðamönnum og fá fleiri ferðamenn inn á fjórðunginn og hvetja að fá nýja íbúa og þetta er rauninni bara sem ákveðið samfélagsverkefni. Nú erum við svo komin að þeim tímapunkti að við erum að fara í ákveðna innleiðingu á vörumerkinu og í dag er fyrsta skipti sem við sýnum vörumerkið í rauninni opinberlega og það er í rauninni þannig að þetta voru 17 fyrirtæki sem eru með í ár. Það tóku allir vel í það að vera með. Treyst okkur fullkomlega fyrir hönnun og uppsetningu og annað. Þannig að við erum mjög ánægð með það og finnum traust til þessara aðila og þeir treyst okkur og þannig að við erum alveg að sigla við erum öll að fara í rétta átt og þetta er bara ég er svo stolt af því líka fólkinu sem er hér að það hafi tekið vel í þetta. Við erum að gera allt annað. Við erum ekki í rauninni með þessa svona hefðbundnu bakveggi þar sem er bara stórt logo með nafninu þínu, margar myndir og annað. Heldur erum við reyna að kalla eftir viðbrögðum og þannig að fólk fái athygli á efnið okkar og að það leiði svo til þess að fólk tali meira við okkur. Á svona sýningum er oft fólk bara sem horfir á og sér og svo fer áfram. Verkefnið verður nánar kynnt á næstunni, fyrst íbúum á Austurlandi og síður öðrum landsmönnum. Opnuð verður heimasíðan austurland.is þar sem áherslan á að gestir geti kynnst Austurlandi á persónulegan hátt. En fyrir hvað stendur vörumerkið Austurland? Austurland stendur fyrir eitthvað hreint, eitthvað orku, sjálfbærni, það stendur fyrir samstarf, það stendur fyrir, við erum ákveðin leiðarljós, ákveðin loforð sem við viljum gefa. Við erum búin að vinna mikið ákveðin svona verkfæra kistu fyrir aðila að nýta sér og ætla að hafa svona bak við eyrað þeirra að fara í vöruþróun eða annað. En við viljum standa upp úr, við viljum fara aðeins út fyrir boxi, við viljum vera eitthvað annað og við þurfum þess. Við erum að fá fæsta ferðamenn, það er verið að byggðarþróun er ekki endilega kannski okkur alveg í hag og tölur sýna það bara og þannig að við þurfum að virkilega gera eitthvað öðruvísi og annað og fari í bara algjöra herferð Austurland. Og þú ert búin alveg held tattúveru fyrir Austurland. Ég hugsaði, ok, hvað hef ég aldrei séð á ferðasýningu áður? Þannig ég hugsaði, það væri skemmtileg svona viðbót að hafa og kannski rýma við svona við sem að reyna að gera eitthvað aðeins öðruvísi. Tattúin eru vissulega öðruvísi en það er hægt að fara fleiri leiðir til að skera sig úr fjöldanum. Agnar Sverrisson, sem býður upp á véppaferðir, mætti sér prjónaðri ullarpeysu með merki fyrirtækisins. Ég gæti ekki hugsað mér að fara sömu leið og allir hinnir að vera með softshell-peysur með logói og svoleiðis, þannig að ég fór í það að láta hann að prjóna fyrir með lopapeysur. Var ekki gert þetta sjálfur? Nei, ég gerði þetta ekki sjálfur. Það er prjónalind Toppu sem að gerir þetta. Og Jeep Tour segir, hvað er það sem þú býður upp á? Við erum að bjóða upp á ferðir, daglega ferðir frá Egilsstöðum
misjafnt eftir árstíma hvert við förum. Sumarið erum við mest að fara í Kverkfjöll. Veturinn þá eru það hreindýrin sem við erum að skoða og ferðir upp í Laugafell, kíkja í náttúrulaugarnar þar. Og hvað það svona, þú segir daglega ferðir, ertu að fara á hverjum degi? Er traffíkin orðin slík á Austurlandi? Við förum alla daga ef við fáum 2 farþega eða fleiri. Þá förum við ferðina. Hvað var þess að þú fórst út í þessar ferðir? Hvað færð þú út úr þessu? Þetta gömul della sem má rekja bara aftur til þess að þegar ég var unglingur. Þá fór ég að þvælast hálendið og fyrst með skátahópum, svo eigin bíl. Og þetta bara búið að vera della hjá mig síðan. Ég búinn að gera þetta bæði sem hobby og atvinnu, sitt á hvað, og ákvað bara að reyna að gera eitthvað úr þessari dellu og prófa þetta. Í nýrri skýrslu Framtíðarseturs Íslands því spáð að íbúar landsins geti verið orðnir alltaf 450.000 árið 2030. Spáin byggir meðal annars á áætlunum fjölgun ferðamanna og þörf á mannafla í ferðaþjónustuna. Ákveðnar ógnanir fylgja fjölgun ferðamanna því ágangur eykst á náttúruna, auk þess sem sérstæða Íslands hefur löngum falist í fámenninu. Því telja margir nauðsynlegt að dreifa ferðamönnum betur landið. Austurland hefur enn nokkra sérstöðu að því leyti að ferðamönnum þar hefur fjölgað hægar heldur en í öðrum landshlutum. Þeim hefur samt fjölgað og tilkoma þeirra hefur fært nýtt líf í sum byggðarlög. Þannig til dæmis raunin með Breiðdalsvík sem sést best að því að gamla frystihúsið hefur nú fengið nýtt hlutverk sem salur fyrir hótelið. Þarna byrjaði ég að vinna í fiski þegar ég var svona 14-15 ára og nú ég að vinna þarna við að gefa ferðamönnum mat í hádeginu. Þú ert komin svolítið svona ákveðin hring, það ekki? Jú, ég eiginlega farin að heiman og svona komin aftur heim. Og ferðarþjónustan, hún togaði þig svolítið heim aftur? Já, ég flutti frá Breiðdalsvík 1987, ákvað að fara að vinna, eða sem sagt, mig vantaði vinnu og hugsaði með mér af hverju ekki að prófa bara að fara út á land eitt sumar. Nú tala eins og Reykvíkingur út á land og já, og sótti vinnu á Hótel Bláfelli og ætlaði að vera þar eitt sumar. En svo árin orðin 6, þannig að ég vinn þar yfir sumarið. Kemur alltaf heim á sumrin? Já, kem heim á sumrin, já. Hversu miklu máli hefur ferðarþjónustan skipt Breiðdalsvík? Ég held hún hafi skipt öllu máli fyrir Breiðdalsvík því að það náttúrulega rosalega lítið orðið fiskvinnslu þar en samt nú sem betur fer komið fiskvinnslufyrirtæki þar núna og smábátar, það komið náttúrulega svona strandveiðibátar en það ekki lengur togari þar. Ég var til dæmis sjálf á sjó á togara þarna á sínu tíma og á tímabili voru 2 togarar þannig að ég veit ekki alveg hvað hefði gerst ef að ferðaþjónustan hefði ekki orðið svona stór atvinnuvegur á svæðinu. En það kannski lýsandi fyrir bara þróunina að frystihúsið sé orðið að matsal? Já. Þetta svolítið skemmtilegt og svona, maður hugsa stundum til þess þegar maður núna að vinna þarna að hérna var maður að busta humar og skera fisk og þú veist, nú var bara komin í annan pakka í sama húsinu og búið að breyta því í þennan fallega sal. Hún telur upp ýmislegt sem Breiðdalurinn hefur upp á að bjóða. Til dæmis jarðfræðisetur í gamla kaupfélagshúsinu og svo komið borkjarnasafn þar líka og svo náttúrulega einn af uppáhaldsstöðunum mínum á Breiðdalsvík náttúrulega fjaran Meleirinn, frábær náttúruperla. Svo höfum við náttúrulega Hótel Bláfell þar sem við getum komið og gist og svo eigum við náttúrulega 2 alveg óskaplega fallega fossa, bæði Flögufoss og Beljanda. Beljandi einmitt í Breiðdalsá sem ein vinsælasta veiði á Austurlands. Ekki langt frá fossinum veiðihúsið Eyjar sem sumir telja jafnvel eitt glæsilegasta gistihús landsins. Veiðihúsin nefnilega ekki bara fyrir veiðimenn. Við erum með þessi glæsilegu veiðihús fyrir austan í bæði Breiðdal og Jökulsárhlíð og þau nýtt bara sem hótel allan ársins hring og ekkert síður sumari líka fyrir alla ferðalanga. Þannig að við erum bara að vita af okkur að þarna séu lúxusgistingar fyrir austan og fyrir hvað og hverja sem ekki bara veiðimenn. Þannig að þau nýtast bara í miklu meira heldur en þeir eru farið? Já, það bara þannig og opið allan ársins hring ef það þarf að halda.
Og og þó veiðin skipið okkar aðalsess, þá erum við að færa út kvíarnar í alla þá aðferðingu sem hægt að bjóða og munum gera það. Og þið hefur verið að bæta við þessi hús ykkar? Já, við hefum svona verið að endurbæta, þetta eru raun og veru ekki mörg herbyggi, þetta er svona 8 herbyggi, en við höfum alltaf að gera endurbætur og stækka og gera þetta svona betra og betra, sérstaklega upp í Jökulsárhlíð. Breiðdalurinn er klassi, það er bara lúxusgisting, það er eitthvað besta gistingin á Austurlandi, flottasta. Og við erum að endurbæta upp í Jöklu alltaf stöðugt og það er orðið mjög gott það líka. Veiðiþjónusta Þrastar hefur verið að baki seiðasleppingum í Jökulsárdal sem varð að terri á með tilkomu Kárahnjúkavirkjunar. Hún er mikil framtíðar á. Þetta eru 100 km vatnasvæði, þetta er ekkert smá, þetta er lengsta draga á landsins núna. Þetta er ekki lengur bara jökulá, þetta er draga á sumrin og þarna eru gríðarlega möguleikar í framtíðinu og við erum að leggja allt í það að byggja upp þetta svæði líka, alveg sem við höfum verið að gera í Breiðdal. Og þetta er alltaf uppleið þarna við Jöklu, hún er orðin þekkt nafn, Jökla. 1000 laxar og annað eins af silungum veiddist í ám Strengja eystra í fyrra. Veiðiþjónustan þjónustar einnig veiðimenn sem vilja ná hreindýri og rjúpu. En hverjir eru það sem helst leita svæðið í veiði og af hverju? Raun og veru er það mest útlendingar. Það er að segja eins og er, 2/3 af kúnnahópnum fyrir austan eru útlendingar, erlendir veiðimenn. Og Íslendingar í minnihluta. Það er ekki út af því að við leggjum mikið upp á að fá Íslendingana og fá Reykvíkingar austur en þeim þykir þetta svolítið langt að fara oft og vilja oft fara bara styttra í veiði. Þannig að það eru fyrst og fremst útlendingar sem koma þá gegnum innanlandsflugið en það var auðvitað mjög gott þegar beinaflugið var til Gatvík. Það var mikið englendingur sem kom að veiða hjá okkur og það var mjög mikil búbót þegar þetta var í fyrra að beint flug Gatvík Egilsstaðir og það þyrfti að koma aftur. Mjög mikilvægt að það verði ekki stoppað í þeim ferli. En hvað er svona sem að gerir þannig gæfumun að menn ákveða að leggja sig ferð land á milli til að koma austur á land og veiða? Ég ætla að sé ekki eiginlega, það er auðvitað laxinn hillar og þarna fara allavega austur þarna í Breiðdal Jöklu eru kannski meira svolítið gæðir heldur í fjöldin, menn geta veitt kannski fleiri laxa í ám hérna nær Reykjavík og Suður- og Vesturlandi en þarna er mun meiri stórlax til dæmis hjá okkur heldur en við annars staðar og það er svona hillar, stóri laxinn og við getum bent á hann. Nú líka er þetta bara náttúran er þarna fallegast og það er svona margt sem og þetta er auðvitað byggisamt líka á viðskiptaböndum sem hafa þróast í mörg ár og þessi menn svona fylgja mér og hafa verið með mér í veiði margir á annan 20 ára sem er að koma þarna að utan og svona hafa taka sína föstu daga eða viku á hverju ári. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.